Þekktasta leikona landsins, Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, hefur verið að gefa út eitthvað sem hún kallar Ólínu skjölin. Þar segir hún frá hlutum sem legið hafi þagnargildi og ég hef tekið eftir því að hún hefur tjáð sig ýmislegt á Facebook undanfarið sem svona opnar dyr að já, ég held hún sé einhvern veginn að reyna að útrýma tabúum og ósiðum í íslenskri menningu og öðru slíku og við erum svo heppin að Steinunn Ólína komin hér að Rauða borðinu. Vertu velkomin. Takk fyrir. Gaman að fá þig. Sömuleiðis er alltaf gaman að hitta aðra norrlendinga. Já, einmitt. Getur ekki verið svolítið svona harðbælt í dag? Jú. Við skulum gera það. Já, kveða að með norrlenskum brag. Einmitt. Já. En sko, þú ert að fjalla mál sem að eiginlega verða nú ekki öllu viðkvæmari. En þú ert að gera það í samfélagslegu tilliti. Þið langar að breyta heiminum. Sko, í mínum huga þá eru konur, börn og land einn og sami hluturinn. Og við Íslendingar, við lifum núna tíma þar sem mjög hart gengið á almannafé. Á sama tíma og þjónusta öll að skerðast mjög mikið. Þetta eru einföldar staðreyndir sem allir lifa og við sjáum þessi endalausu fjárútlát til verkefna annar staðar í heiminum en ekki hér heima og það þessi svona nýlendu herrastemning sem hefur verið hér allar götur síðan að erlendir menn komu til Íslands og töldu að þessi mjölbúar sem hér byggju gætu náttúrulega bara ekki séð sig. Þetta heiðna fólk sem hér bjó og allar götur síðan hafa fyrst útlendingar verið að hafa gott af íslenskum auðæfum. Og vegna þess að þegar erlendi menn komu hérna þá sáu þeir ekki einhvern kúltúr sem auðvitað var hér. Þeir sáu vinnuafl, þeir sáu glæsileg fiskimið og þeir sáu ár og beitarlendur og þeir litu auðvitað á Íslendinga eins og alla aðra frumbyggja, eins og heimurinn lítur niður á frumbyggja og hugðust hafa gott af þeim. Og svona þetta nú með okkur Íslendinga allar götur síðan. Undir Dönum, Danir og Normenn ákveða hverjir megi kaupa fisk af Íslendingum. Íslendingar hafa ekkert það að segja við hverja þeir stunda viðskipti. Þannig að það eru aðrir menn sem eru farnir að sýsla með okkar eigu og nýta þær til að skapa sér velvild meðal ákveðina þjóða og þá hunsa jafnvel aðrar. Og þá sem sagt okkar auður orðin gjaldmiðill í heiminum, án þess að við séum að græða á honum. Og þetta svona náttúrulega líka undir danskri stjórn og svo vitum við náttúrulega hvað gerist síðar að hér hefur orðið til svona einhvers konar ómenning þar sem að ákveðin öfl í samfélaginu telja að þetta módel, þetta business módel, þetta sem ég vil kalla bara blóðsugumódel eigi bara ríkja áfram og ég sjálf hefur umverulega aldrei barist fyrir neinu öðru heldur en réttlæti. Ég kalla sjálfa mig réttlætissinna og ég get eiginlega ekkert að því gert. Þetta svona, já, þetta svona, skulum segja, einhver ljóður á mínu fólki og því fólki sem ég kem frá, að standa bara ekkert á samum það að Íslendingar hafi raunverulega bara ekki í
óendanlega langan tíma fengið að vera sjálfstæð þjóð í raun og veru. Það er að segja, við köllum okkur sjálfstæða þjóð en við höfum ekki haft full veldi, það er að segja fullt vald yfir okkur sjálfum síðan bara einhver tíman, þú veist, í eldhundgamla daga. Og afi minn, Héðinn Valdimarsson, sem var alþingismaður og athafnamaður og mjög flókin persóna, hann var bæði auðugustu maður landsins og svo barðist hann líka fyrir lítilmagnanum. Og þetta var náttúrulega svona þversögn í manni sem að var ýmist notað gegn honum eða honum til hrós eins og hentaði. Og Kveldúlsmálið, svo kallað, Kveldúlur er stærsta útgerðarfélag á Íslandi og það átti Tóri Jensen, danskur kaupmaður og synir hans og þegar að Kveldúlfur fer í gjaldþrotaskipti og átti ekki fyrir launum og og fyrir fólkið sitt, þá spurði Héðinn Valdimarsson, afi minn, og það kemur nú kannski mörgum á óvart að hann hafi verið afi minn, það kemur mér jafn óvart að hann sé afi minn eins og fyrir hvern annan, af því að hann er auðvitað löngu dáinn, hann lést þegar móðir mín var 12 ára gömul, þannig að hann tilheyrir auðvitað allt öðrum heimi, en hann á Alþingi þá, fyrir meir en 100 árum síðan, hann spurði einfaldrar spurningar. Hvernig stendur á því að þessir menn eigi ekki fyrir útgjöldum sínum og af hverju á banki Íslendinga að fara að borga fyrir peninga sem eru horfnir? Og hann kallaði þetta í þá dagar alveg hryllilega gaman að lesa þessar deilur og afi kallaði þetta fjárflótta. Hvaðan flýr þetta fé sem er veitt hér á íslenskum miðum og allt í einu ekki til fé til að borga mönnum laun. En þá höfðu Tórsararnir dregið sér fé. Þetta höfðu auðvitað lært af, ég meina, hann var Dani og hér höfðu Danir og Norðmenn farið svona með okkur endalaust og síðan hefur þetta orðið svolítið viðtekið í íslensku samfélagi og það var náttúrulega Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur sem vörðu Kveldúlf á sínum tíma og afi í Alþýðuflokknum, hann var skammaður svo mikið fyrir þetta og rægður fyrir og ómarktækur gerður og var á endanum rekinn úr sínum eigin flokki. En þetta blóðsugu business model hefur bara haldist hér á Íslandi, allar götur síðan og svona þessi stemning að það að hafa gott af öðrum, að það sé orðin dálítil siðvenja í okkar samfélagi. Og þetta, já, við finnum það. Íslendingar eru alltaf að bjarga ríkisfyrirtækjum. Já. Og af hverju erum við að bjarga ríkisfyrirtækjum endalaust? Af hverju peningar ríkissjóðs aldrei til að hjálpa almenningi beint? Og ég hef svona, mín tilfinning er að það sé einhvern veginn litið á landsins gæði, konur og börn hér á Íslandi og með við það réttarfar sem hér ríkir að það sé nú ekki svo slæmt að fara illa með konur, börn eða land. Ef það sé hægt að hafa gott af því, græða á því, njóta þess án þess að nokkur andmæli. Og ég hef svona allar áhyggjur af því að svona kjarninn í íslensku þjóðinni eða íslensku þjóðarsálinni sé dálítið eins og barn sem hefur verið sagt að þegja yfir því að einhver hafi verið vondur við það. Og þá kem ég að minni eigin sögu vegna þess að ég því miður var fyrir því hremmingum sem barn að vera í tvígang fyrir 10 ára aldur í höndunum á barnanýðingum og foreldrar, eða mér var sagt að fyrsta skipti þá er þetta þegar ég er 4 ára gömul og þá er mér rækilega sagt að þegja yfir því. Þannig að þú reyndir að segja frá? Nei, mér er bara sagt að þegja, skilurðu, og tala ekki um það meir.
og þessi innræting festir sig svo kerfilega í litlu barni að þegar ég verð fyrir þessu síðar, aðeins eldri, já, svona 1,5 ári eldri og það stendur yfir í nokkur ár, þá segi ég engum frá. Þá hlýði ég svo vel þeim fyrirmælum að ég megi bara ekki tala um hennan hræðilega hlut sem hafi gerst á milli mín og þessa fræga manns, Björns Ólafssonar fiðluleikara, að þegar þetta gerist aftur, þá þori ég ekki að tala um minn eigin sársauka. Og ég held að þetta sé svona atriði sem oft gleymist í umræðu þá sem lenda í barnaníðingum, það að ég verð að taka fram að ég álasa ekki mínum foreldrum fyrir. Ég fædd 1969 og ég ætla að láta liggja mig til hluta hvað gerðist, en móðir mín þurfti að fara með mig til læknis af þessum sökum. Og enda mjög mikilvægt að fókus sé ekki á verknaðinn, hvað gerist, og fókusin sé heldur ekki á gerandanum, hvort hann sekur eða saklaus. Það sem að Íslendingar og við sem þjóð þurfum að beina fókusinum að það hvað verður barn sem lendir í slíku. Og í 7. þætti, Ólínu skjalana, þá tala ég einmitt dálítið það, vegna þess að ég man vel hvað gerist, hvað kemur fyrir mann þegar einhver hefur meitt mann svo rosalega að það verður ákveðin viðskilnaður við líkamann sjálfan í litlu barni. Og ég ætlaði að segja þér með það að ég væri búin að fyrirgefa foreldrum minn, ég veit ekki hvað fólk átt að gera við svona í gamla daga. Börn eru væntanlega hugguð og svo eru þau bara beðin að hugsa ekki það meir. Það ekki eins og mér hafi verið skipað að þeir, ég er alveg vissum að það var ekki, því þannig fólk voru foreldrar mínir ekki. En þau hafa beðið að vera ekki að hugsa þetta og tala ekki þetta og einhvern veginn verður svona meinvilla inn í barni eins og mér að ég megi þá bara ekki tala ef mér líður illa. Og þetta veit ég vegna þess að ég þekki mikið af fórnarlömbum kynferðislegs ofbeldis og reyndar konum sem hafa lent í barnaníðingum og við eigum þessa sögu sameiginlega og að þegja yfir sársauka okkar og ég vil benda á það að mér finnst vera einhver tengsl þarna á milli þess að þjóðin þegir yfir því ofbeldi sem hún beitt og ég byggi það á þeirri staðreynd að kynferðisbrot gegn börnum hér á Íslandi eru mjög tíð, mjög alvarleg, mjög útbreidd og hafa verið langa hríð. Bara við höfum vitað það. Og ill meðferð á börnum á Íslandi í alvöru bara próblem. Við stöndum mjög aftarlega með við nágrannaþjóðir okkar og erum þar í hópi með löndum sem þykja vanþróaðar en við. Þannig að ég vil leyfa mér að fullyrða að á þessu sviði séum við Íslendinga pínlítið kannski óþroskuð enn. Hvað varðar það hvernig við komum fram við börn í þessu landi eins og þeirra tilfinningar og þeirra verönd og bara líðan sé ekki marktæk. En já, ég búin að tala í hálftíma. Sem gaman. Við förum illa með landið. Vistu það, kærasti minni fegin, hann segir stundum, elsku steinin mín, nú þarf ég hlé. Og þú mátt líka segja það. Nei, ég skal axla þess að byrja að hlusta þig vegna þess að mér finnst það mjög áhugavert. Ok. Sem sagt, við förum illa með landið, við förum illa með börnin, við förum illa með konurnar og þar deilir þú, sem sagt, með okkur reynslu sem að... Nei, hér komin stemning að konur, börn og land sé eitthvað sem að hægt sé að græða á eða farið illa með eitthvað þessu þrennu, þá eru litlar afleiðingar... skilurðu, og svona blóðsugu hagkerfið og þetta blóðsugu hagkerfi náttúrulega út allan heim og sko Ísland lítil Epstein eyja
Ísland lítil Epstein. Já, og þess vegna kalla ég þetta ólínu skjölin, vegna þess að það mjög mikil duld sem ríkir á Íslandi kynferðismál og vanþróuð. Fyrir mig sem við búið í útlöndum, það svona ákveðin svona misþroski Íslendingu þegar kemur af kynferðismálum. Einhver skrítin feimni, eitthvað skortur og hispursleysi, gríðarleg þögn, náttúrulega, og svo nútíminn þannig að öll umræða kynlíf, kynferðismál og bara, hvað ég var að segja, bara sexuality, mjög markað spegluð með rugli. Þannig að svona... það afskaplega svona, ef við hugsaum ungt fólk, hvar á það að fá mynd af einhverju sem innilegur, kærleikur eða ást? Hvert eiga þau að líta, þau börn? Hvað leiddi til þess, Steinunn Ólína, að núna hugsaðu hingað og ekki lengra? Nú ætla ég aðhafast, ég ætla að segja þessa sögu og ég ætla að hlusta á sögur annarra kvenna því ég fylgst með því á Facebook síðunni þinni að það margar aðra konur sem að tala við þig og væntanlega enn fleiri í einkaskilabóðum og tölvupóstum og einhverju svoleiðis. Já, fólk af öllum kynjum, skal ég segja. Fólk af öllum kynjum? Já. Einmitt. En af hverju núna? Það varð bara dálítill atburður til þess að ég fór á stað. Fyrir 1,5 mánuði síðan þá var þessi hugmynd ekki til og það gerðist þannig að það félagsskapur sem ég hef stutt dálítið félagsskapur sem að styður það að við mengum ekki frekar ár í þessu landi með sjókvíeldi. Og ég hef stutt þau að því leyti að ég hef deilt frá þeim greinum vegna þess að ég mikil áhuga manneskja það að vernda þetta starfsheiti, þessa arfleið sem laxabóndi eða laxabóndakona og ég skal útskýra fyrir þér og eftir þú vilt vita af hverju. En það vildi þannig til að í auglýsingu frá þessu fyrirtæki var gerandi úr mínu lífi. Ég fór ekki að vinna svona neina sjálfsvinnu að miklu leyti fyrir svona það bil 3,5-4 árum síðan. Og þá ég ég hef alla ævi af því ég forréttindapíka, átti greiðan aðgang að geðlæknum, sálfræðingum og allir í svona þjónustu og ég hef sótt mér hana vegna þess að ég hef getað það, vegna þess að ég hef haft ráð á því. En þú veist náttúrulega að það stór hluti þjóðarinnar sem bara kemst aldrei að hjá sálfræðingum og bara börnin að deyja áður þau fá tíma, að því svo langir eru biðlistar í þessu landi. Og þetta auðvitað líka vitnisburður framkomu við fjölskyldur og börn í þessu landi að foreldrar og börn í vanda fá ekki aðstoð. Já, við með stéttaskipta geðheilsu eftir efnahag, það rétt. Já, bara miklu meir en það og ég sem forréttindapíka, ég get tekið upp síman og hringt í lækna. Skilur, og þeir svara. Ekki af því að ég sé sjúklingu númer 1 í þessu landi, heldur vegna þess að í efri stéttum þessa lands, þar lifir fólk bara allt öðru lífi heldur en almenningur í landinu og þetta veit ég vegna þess að ég hef bæði verið inn og úti og það alltaf vegna mín starfa. En það breytir því ekki að réttlætistögin í mér alltaf svo sama. Og þú bara kemur einhver trigger þarna? Já, fyrir ekki að þú hjálpa mér að fara á réttan stað og ég sé sem sagt mynd af þessum geranda mínum. Og ég fór algjörlega á límkonum yfir þessu. Og svo jafnaði mig nú á þessu og nokkrum dögum síðar þá hitti ég vinkonu mína úr bransanum og mér fannst ofsalega gaman að hitta hana því að ég nýverið tekið af mér verkefni sem ég hlakka mikið til að gera með listamanni einhvern tímann næstu jól.
og þetta svolítið skemmtilegt verkefni og gaman fyrir mig að hitta þessa kollegum mína og segja að vá, þetta verið gaman hjá okkur og við skulum skemmt okkur og þá tilkynnir hún mér í framhlaupi að þessi gerandi verði með í verkefninu. Og þá, af því að ég ekki í eðli mínu hefni gjörn og saga mín við þennan geranda á þá leið að hann reðst á mig skyndilega fyrirvaralaust í Þjóðleikhúsinu eftir sýningu fyrir 25-30 árum síðan og kom fram vilja sínum við mig og stóð upp, girti sig og brásti til mín. Og þetta var maður sem ég var búin að þekkja frá því ég var lítil stúlka og þetta var vitanlega, ég bara var mér mikið áfall, mér var svo brugðið vegna þess að þetta var maður sem ég var búin að þekkja frá því að ég var krakki. Og ég leysti málin þannig þá, Steinunn Ólína, tæplega 30, af því að mér hafði nú verið kennt að þegja og ég ætla nú samt ekki alveg að láta þetta yfir mig ganga að ég fór á fund þjóðleikhússtjórar sem var Stefán Baldursson og hann brást alveg rétt við. Hann bara sagði við mig, hvað viltu gera, Steinunn, viltu kæra þig, viltu hvað? Og ég sagði, nei, ég ætla bara að tala við manninn, sem ég og gerði. Og hann baði mig fyrirgefningar og við sættumst. Já, þú segir við sættumst. Að ég hélt. Hélst. Já, ég hélt náttúrulega þá að ég geti bara ráðið við þetta og þetta yrði ekkert mál vegna þess að mér hafði verið kennt að þegja og reyndar formaður mínar allar dálítið veikar fyrir, við skulum segja, hæfileikaríkum mönnum og voru allar dálítið duglega líka við það að kannski þegja yfir löstum þeirra og ég held að þetta hafi nú verið bara svona borgarlega stemningin í Reykjavík og hún lifir hér enn góðu lífi. Við vitum alls konar fólk hvernig það fer að og lifir lífinu og efri stettin grjót heldur kjafti yfir því það henni þénanlegt og auðvaldinu líka. En ég sem sagt skrifaði þessu manni og sagði, mér var berast til eyrna að þú ættir að vera með í þessu, ég var búin að taka þetta að mér og nú ætlum ég að biðja þig að víkja vegna þess að ég hef oft vikið þegar þú hefur verið einhvers staðar að vinna og það reyna sagt, ég hef sagt mig frá verkefnum vegna þess að ég kæri mig ekki að vera í hans návist og stundum hefur það verið þannig að hann hefur verið þar á þess að ég hef vitað af því og ég hef alveg umberið það en núna ég hætt að bjóða mér upp á slíkt. Ég bara orðin fullorðin og nenni ekki lengur að vera í félagsskap við fólk sem að ber enga virðingu fyrir öðrum. Vegna þess að meðferðin á mér var þetta taka, nýta, henda. Sem dálítið það sem stemningin hér á Íslandi. Við tökum eitthvað, nýtum það og svo bara hendum við því. Það koma hér einhver útlend fyrirtæki, þau koma að grafa einhverju hólur, byggja einhverju viðbjóðsleg fyrirtæki, allt fyrir á hausinn, skilja ruslið eftir. Og þetta svona þessi stemning, þessi svona vægðarlausa stemning sem orðin dálítið ríkjandi í okkur samfélagi, að sumir hlutir séu bara einhvern veginn megin nota og nýta. Og við megum þá öll svona einhvern veginn verið í því að svona hafa dálítið gott hvert og öðru og mér finnst þessi stemning hafa breiðst út og mér finnst hún alvarleg. Nema það að þessi gerandi, hann brást ekki vel við þessari beiðni minni. Hann bað mig að skilja að hann og konan hans hefðu mist allt í hruninu. Hann sagði mér að hann væri kominn á aldur og ég mátti skilja að hann hefði þá litla peninga á milli handanna og hann þyrfti þá verulega á þessu jobbi að halda. Og síðan svaraði hann með þessari klassísku setningu sem núna búið að stimpla inn í íslenska orðræðu. Svona orðalag sem þýðir ekki neitt og særandi fyrir þá sem þola og gefur geranda eða þeim sem vill standa með geranda ákveðið niðurlægingar vald. Af því að hann endar bréf sitt til mín með orðunum
Mér þykir leiðilegt að þetta hafi verið upplifun þín. Nú veit þessi maður að ég fór til þjóðleikhússtjóra. Nú veit hann að við áttum samtal. Og hann veit að ég var blá á marinn eftir hann. Og það vitnar mitt fjölskyldu fólk sem tók á móti mér þegar ég kom heim eftir þetta atvik, að ég hafði barist við mannin. Þannig að, já, þessi setning, mér finnst leitt að þetta hafi verið upplifun þín. Og ég svaraði manninum tilbaka, þú ræður hvað þú gerir, hvort þú virðir óskir mínar eða ekki. Og svo skrifaði ég honum lýsingu, örstutta, því ekki var tók þetta langan tíma. Vegna þess að nauðganir geta gerst mjög hratt. Þær geta gerst í einni svipan ef maðurinn margfalt stærri en konan, eins og var í þessu tilfelli. Og svo bara skrifaði ég honum hvað hefði gerst þarna til að minna hann á það og minna hann á það að ég hefði farið til þjóðleikhússtjóra og að ég hefði líka sagt öllum í leikhúsinu frá þessu sem gerðist, því það gerði ég. Ég lét vita þessu að því einhvers staðar inn í sjálfri mér vildi ég vara aðra við. Og það má heldur ekki gleymast, Björn, að mér þótti líka vænt mannin. Skilurðu? Og ég bar líka virðingu fyrir honum. Og það sem meira var að móðir mín hafði kennt honum í leiklistarskóla og því hafði ég þekkt hann. Alveg endalaust. Þannig að, og ég vildi ekkit að hann færi í fangelsi. Ég vildi ekkit eyðileggja líf hans, en allt í einu núna, 56 ára gömul, að fá þessar viðtökur, var til þess að ég bara, hann alltaf blokkaði mig leið og ég var búin að senda þessi skilaboð. Og ég bara saði við kærasta minn, heyrðu, veistu það, ég ætla bara að lesa frá skjóðunni, ég nenni þess ekki lengur. Nú ég búin að bera blaka vesalingum, búin að vera skálkum skjól, frá því ég var 4 ára gömul, og veistu, ég bara nenni þess ekki lengi. Og Gunni, kærasti minn, hann bara klappaði og sagði, gott hjá þið Steini mín, ég stiði alla leið. Þannig að svona var það nú að ég fór á stað með þessi ólínuskjöl. Mér var nóg boðið. Og ég var líka leið yfir því að falleg náttúruverndarsamtök sem ég styð heilsugar skyldu óvart vera með þennan mann í auglýsingu hjá sér sem að mig langaði þá ekki til að deila og fyrir nú utan það, eins og ég var að segja, að þegar að fer að losa þegar maður fer að vinna sjálfsvinnu, þá breytist ýmislegt í líkama einhver sem hefur verið fastur í flight or fight allt lífið. Og ég hef haft hann vanan á í lífinu að ég hef lítið grátið, ég hef haldið hlutum fyrir mig og svona, ég nú engin lognhattur eins og alþjóð veit og hávær með endemum og en ég hef í gegnum lífið fengið alveg óútskýrð bara brjálæðisköst, alveg frá að ég var lítill krakki og þau eru nú guðsjulof heyra sögunni til, en þegar maður farin að opna á alls konar hluti, þá eru viðbragðskerfi manns allt í einu orðið eðlilegra. Og því fagnaði ég því að ég skyldi brotna saman þegar ég sá af honum mynd, vegna þess að það segir mér bara eitt sjálfa mig. Að mér farið að þykja píldi vænt mig. Skilurðu? Ég ekki bara alveg köld fyrir því sem kom fyrir mig lengur. Vinnan sem hefði í besta heimi allra heima átt að hefjast þegar varst 4 ára gömul. Nú er hún að og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að við færum umræðuna frá verknaði, frá geranda
yfir í afleiðingarnar og þá getum við ekki nota kerfislegt tungumál. Við verðum að leyfa fólki að tala frá eigin brjósti og við verðum og þessi sönnunarbyrði sem orðin á öllu, eða ekki hægt að sanna það, er ekki satt, hún mjög vond í þessum málum og þú veist, mig langar náttúrulega helst að fara fram á það að við bökkum bara aftur í Grágás þar sem það var bara útlegðar brottrekstur að brjóta konu eða brjóta barn og þá voru menn bara réttræpir í einhver ár og ef þau lifðu það af þá máttu þau koma tilbaka í siðmenntað samfélag en á Íslandi ekki siðmenntað samfélag. Við erum ekki siðmenntuð. Við erum frumstæð ennþá að þessu leyti. Já, þú segir að þú sett forréttinda píka og rökstuður það með þeim hætti sem þú hefur gert. En það ekki bæði böl og blessun að vera svo sem þú hefur verið? Heldur það hafi ekki... Nei, það búið að vera stór skemmtilegt að vera steinu nólina. Ég get alveg sagt þér það. Ég er svo heppin, Björn. Heldur það vegna þess að þú kemur af fólki sem stórt, ábyrjandi og þú ferð inn í heim sem stór og ábyrjandi, heldur að það kunna einhverju leyti að hafa verið bölðitt að Nei, blessun. Alltaf blessun. Mér nefnilega hefur fundist eins og þú rætir aðeins menningarmálin á Íslandi sem svona... Já, ég hef náttúrulega bara miklar áhyggjur af því að ríkistyrt menning sé of samofin auðvaldinu. Það að segja, mig skortir að sjá að, og nú ég að tala dálítið leikhúsið og bókmenntirnar, myndlistarmenn að vinna hörðum höndum að því að endurspegla sinn veruleika, en fá þeir einhverja athygli, nánast enga. Einn og einn maður fær athygli og þá sérstaklega ef einhver ríkur útlendingur hefur tekið einhvern slíkan Íslending upp á arminn og gert heimsfrægan. En í bæði, við skulum segja, í kvikmyndunum, bókmyndunum, sjónvarpi og leikhúsi, finnst mér dálítið skort upp á það að menningarefni sé innan úr okkar tíma. Innan okkar samtíma vegna þess að listin hún ekki bara eitthvað upp á skraut, hún hún býr til rödd fyrir það sem almenningur getur ekki sagt og þá ég ekki að segja allt leikhús við eitthvað að vera pólitískt leikhús en samt sem áður þarf þetta að snerta það sem að fólk kemur ekki orð á og Íslendingar búa við kúgun og ofbeldi auðvaldsins á Íslandi og það eru vonandi engar fréttir fyrir þig, Björn minn. Nei, það engar fréttir fyrir mig. Þannig að mig vantar menningarefni sem endurspeglar til dæmis heim fjölskyldna sem mist allt í hruninu. Mig vantar að sjá á listarsviðinu leikrit bæi sem fari í eyði þegar guggan siglir úr höfn. Mig vantar barnabækur fyrir börn sem læra að skilja hvað það erfitt oft fyrir foreldra eiga heim í þessu landi. Menning má ekki útþynnast bara fyrir markaðinn og hún má ekki bara heldur verða eitthvað bara svona þægilegt og auðvelt. Hún þarf að veita líka áhorfendum og lesendum útrás fyrir það sem bærist innra með þeim. Af því að manneskja í einsemd með sína kvöl, hver sem svo hún eða einmannaleik, hún getur í gegnum skáldskap, í gegnum leikhús, í gegnum kvikmyndir og sjónvarp fundið sér samferða, fundið sér einhvern sem sér samferða. Og fundið að þeir ekki einir og mér finnst að hafa verið of mikill fókus á einstaklinga í listheiminum. Það að segja að við séum að setja of mikinn fókus á frægð fólks og að gera okkur mjög mikið mat úr því í staðin fyrir að listir Íslendingar sé að endurspegla okkar veruleika. Þannig að almenningur á Íslandi fái meira fyrir sinn snúð. Og ég blæs á það að Íslendingar séu ólæsir og börn á Íslandi get ekki lesið og Íslendingar séu hættir að lesa að því séu svo latir eða tækni uppteknir eða hvaða nú Ég vil segja það bara að, fyrirgeðu, Björn,
ímyndaður og sért svona bara svona 20 stelpa sem lappar inn í Eymundsson. Hvað sér hún hérna á borðunum? Hún sér sko hérna lærið að þekkja hundin og þú veist 10 hárgreiðslur og megrunabók og þú veist og eitthvað svona og útsaumsbók og eitthvað svona drasl og svo eru svona 15 bækur eftir kallmenn. Og ég meina auðvitað eigum við fína rithöfunda og mér finnst nú allt í lagi að setja sveðjuna á þessa stráka. Ef þeir eru ekki meiri bóar en það einhver kettling út í bæ skammið á, þá bara ok. En þeir eru rosalega sjálfsuppteknir, þessir strákar í bókmenntaelítunni. Kannski vegna þess að þeir hafa lært að besta leiðin til þess að lifa af er að skrifa ekki það sem að þyrfti að skrifa það er það sem ég er að brigsla þeim og þeir verða þá bara að útskýra það af hverju þeir skrifa ekki okkar veruleika, af hverju þeir eru alltaf að skrifa sig, endalausar ævisögur sig eða hvað þeir eru að hugsa eða hvað þeir eru að sjá eða hvað bara vaskla sig á borðinu hjá þeim og fyrir mér eru þetta þetta eru svona tegundabókmenntum, svona sjálfsæfi bókmenntir en alvöru bókmenntir horfa utan og inn og sjá bera kennsl á það sem betur má fara og geta oft komið auga á hið óséða, óræða sem einmitt falið í samfélaginu. Hræsnina, tvískinnungin sem við jú öll búum við hér. Já, og svo eru heldur ekki með nægilega sterka pressu til þess að Nei, ég meina, en það er auðvitað hluti af sama vandamálinu og pressan er ekki styrt af nákvæmlega þessum ástæðum til þess að það sé aldrei farið ofan í sauman á nokkrum sköpuðum hlut. Við erum með ríkisútvarp og ríkissjónvarp með 20 mínútna fréttatíma á hverju kvöldi og elskar hún Jóhanna Vigdís sem búin að vera fréttamaður frá því að ég var barn og ég hugsaði daginn, ég var að hugsa býttu á hún að verða seinasti fréttamaðurinn hjá RÚV. Hvar er nýliðun með fullri virðingu fyrir henni vitanlega? Ég meina hún er búin að standa sína plikt á skjánum og frábær kona en okkur vantar að öfluga fréttamenn. Og þeir ungir harðir fréttamenn sem eru að spyrja spurninga, þeir eru bara ekki að sjást hjá Ríkisútvarpinu. Þeir eru ekki ráðnir. Og það sem verra er að mér finnst þetta að vera orðið leiknar fréttir á RÚV. Þegar þeir umræðum Evrópusambandið, þá kemur einn með ofsalega góða og svona vel undirbúna ræðum hvað það sé allt nú gott. Og svo er svona tala við einhvern sem er svona kannski aðeins minna ákveðin og talar að þetta sé bara ekkert gott. Þannig að það er svona, og nú er ég ekki að taka afstöðu til ESB. Nei. Fyrir mér er það mál bara ég hef engan áhuga á þessu máli. Nei. Ég bara engan áhuga á þessu umræðu og ég held að Íslendingar ætta alveg að hætta pæli þessu. Við erum að fara kjósana hvort við viljum að halda áfram umræðum eða ekki. Þannig að við getum bara hvílt okkur á þessu vegna þess að við ættum miklu frekar að vera að hugsa það. Hvernig landi viljum við búa í? Viljum við búa í landi sem verður bráðum bara stjórnað af Evrópu? Viljum við það? Eða viljum við freista þess að verða einhvern tíman aftur fullvalda þjóð og þá er ég að tala alveg í alvörunni. Og þá þurfum við að fara aftur í ræturnar samanber það hvernig þú hófst þitt tal. Já, pínulítið, já. Já, en þetta með pressun og krítikina. Ég meina þið getið ekki fjallað hluti, þið hafið ekki tíma og fjölmiðlar. En það er líka þessi tíðarandi að sussa á þá sem augra, sussa á þá sem örfáir sem þora þó að fjalla með gagnrýnum. Já, ég meina þú veist bara síðan ég opnaði þessi ólínuskjöl þá hef ég nú fengið þessa gjammandi varðhundavillisingana yfir mig og það er, þú veist, ég tussa og tíða hverjum og ég veit hvað, það vill nú bara svo til Björn minn að svona snertir mig ekki. Og ég veit ekki hvort að þessu ágæta fólki sem að vil nota svona fúkirðaflum er ljóst og þeim er það greinilega ekki ljóst að þegar að fólk hnýtir saman einhverjum ókvæðis orðum og einhverjum orðum sem þeir halda særi kvenfólk og henda því frá sér þá er þetta náttúrulega bara endurspeglun á sálarlífi viðkomandi. Ég meina það kemur mér ekkert við eitthvað rugl sem kemur út úr hausnum á einhverju fólki. Það er bara birtingamynd ástandsins sem er í munni þess sem talar, vitanlega. Já,
En það var eitt sem að ég orðaði ekki nógu vel áðan. Ég var að, sem sagt, við erum svona svolítið Hvernig má það vera út norrlendingur auðvitað, bara orða þetta alveg svakalega vel? Nei, af því að við erum að flakka svolítið á milli efna og sumt að því Já, mjög viðkvæmt. Já. En sko, mér datt bara í huga áðan að þegar, sem sagt, þegar þú verður fyrst fyrir kynferðisbrotunum, að í sumum heimum, Já. þar sem að er þekkt fólk, að þar kunni viðbröðin að vera önnur heldur en í öðrum heimum. Þar sem að sé ekki verið að verja einhvers konar menningar elítulegt landslag eða hvað ég var að segja. Þannig að það var eiginlega spurningin sem ég ætlaði að bera upp við þig, hvort þú kennir á sama tíma þú notið þess að vera þú og þú notið ákveðna forréttinda og það hafi verið blessunin, hvort það kunni líka í einhverjum tilvikum að hafa verið bölð þitt. Vitanlega. Sko, þegar maður ákveður að vera listamaður, Já. Þá gerir maður það ekki af því að maður heldur að þá sé framtíðin trygg. Nei. Maður gerir það vegna þess að maður getur ekkert annað. Og þess vegna er ég líka pínlítið að deila á menningarelituna vegna þess að fyrir mér er listamaður aðeins listamaður ef hann er frjáls af skuldbindingum við þá sem að stýra því hverjir fá og hverjir ekki. Og jú, ég hef auðvitað rekið mig á í leikhúsinu og ég hef verið óþekktar ormur og ég sagði upp rétt rúmlega 30. Mér leið ekki vel í leikhúsinu eftir þetta. Það vildi svo til að ég var líka örþreytt. Ég var búin að leika bara búin að eiga sko stórkostlega glæsilegan feril í 13 ár, 14 ár og undir handleiðslu fyrst Gísla Alfreðssonar og svo Stefáns Baldurssonar sem var frábær og besti leikhússtjóri sem við höfum enn átt. Já. Og að mínu mati, hvað var þar listrænt sjálfstæði og vogað efnisval og það var náttúrulega á þeim tíma hreinn lúxus að fá að vinna í Þjóðleikhúsinu og vera þar og Björn, fyrir listamenn þá er listin sjálf svo mikið athvarf og ég væri ekki svo manneski í dag ef ég ekki orðið leikkonu og ég hefði fengið svona mikla útrás á sviðinu við að syngja og leika og dansa og svona mikið eins og ég gerði vegna þess að stóran hluta lífsins var ég bara ekkert ég sjálf. Ég gat bara verið einhver persóna og leikið hana og liðið mjög vel í henni vegna þess að góðir leikarar, þeir gleyma sér í því sem þeir eru að gera og það er hvíld í því og þetta vita líka þeir sem spila á hljóðfæri, það að spila þú bara og þegar maður hefur æft hljóðfæri og það er gaman að æfa eitthvað verk, eitthvað lag, hvort sem maður er að syngja eða spila píónu eða hvað það nú er, það geta liðið klukkutímar og maður bara, hvert fór ég? Og maður er endurnærður. Maður er bara eins og maður hafi sko bara, þú veist, einhver hafi pumpað í mann gleði og hamingju sko. Þannig að þetta er tvíbent. Þetta er tvíbent. Og en ég var nefnilega heppin. Ég var heppin bæði af því að ég var svo ung þegar ég fór utan til náms. Þar sem ég var í mjög ströngum og erfiðum leiklistarskóla og fekk alveg frábæra menntun og fekk líka að kynnast dálítið öðruvísi menningarheimin á Íslandi. Miklu kurteisari strákum, ekki þessi íslenski ruddaskapur. Og þá er ég ekki að tala ég var ekki í neinum skóla þar sem voru einhverju svona British Lords, þetta var bara alls konar lið, skilurðu bara, þú veist, Hockneys og bara allstaðar af landinu, þetta var allar stéttir. En ég tók eftir því í Bretlandi og ég byrjaði í skóla 17 ára gömul í Bretlandi að þetta var allt annað umhverfi heldur en ég hafði alist upp við á Íslandi. Það sem að, það var svona svolítið önnur stemning á milli kynjanna, skilurðu. En leikhúslífið hefur verið alls konar en ég meina ég lít svo á Björn
að þrátt fyrir þær hremmingar sem ég hef lent í sem kona og þó að ég sé landsfræg leikkona þá mín saga bara eins og sögur svo ótal margra kvenna á Íslandi og ég ætla að segja ykkur það hér að nú eru bara 2 þættir eftir Ólínu skjölunum og það verður annar hluti Ólínu skjalana sem að þá tímabilið eftir tvítugt. Já, þetta er rosalega spennandi en ógnvænlegt í senn. Allir sem eru að hlusta á okkur núna eða horfa á okkur eru að spyrja sig einnar spurningar. Hver er þessi maður í Þjóðleikhúsinu sem nauðgaði þér? Þú varst 29 ára gömul. Muntu segja það. Og ekki hér og nú, ég er ekki beðið um það, heldur bara muntu segja það berum orðum síðar. Já, ég mun að öllum líkindum gera það. Vegna þess að mér blöskruðu svo viðbrögð hans. Já. Ef þetta hefði verið auðfengið og hann hefði sagt bara, já, Steina mín, ég skal ekki vera með í þessu. Þá hefði ég sennilega ekki farið af stað. En viðbrögð hans sýndu mér eitt sem ég get ekki hort undan að sjá. Að hann sér ekki glæpinn. Og þá stend ég frammi fyrir blindu sem ég ræð ekki við. Vegna þess að ég er sanngjörn manneskja. Og ég veit að fólki getur orðið á. Þetta var harkalegt og kom mér í opna skjöldu eins og ég sagði þér. En ég er líka þeirra skoðunar að fólk eigi að fá að vera til þótt að brjóti af sér. En ég hef líka sagt að það að þegja getur verið mjög hættulegt. Og ég held að í mínu tilfelli hafi ég í gegnum lífið óþarflega oft verið skálkum skjól. Ekki af því að ég held ekki að þetta væri alvarlegt, heldur einfaldlega vegna þess að í þeim tilfellum þar sem ég var þolandi, þá var þessi innræting inn í mér frá því að ég er barn. Að ég eigi ekki að tala mína þjáningu. Og kannski til þess að útskýra þetta aðeins betur, að þegar ég er 14 ára gömul þá segi ég mömmu minni frá þessu. Sem sagt frá barnaníðing 2, skulum kalla hann barnaníðing 2. Og móðir mín vitanlega brotnaði saman, eyðilögð. Og ég sá strax hræðilega eftir því að hafa sagt henni þetta. Og ég varð algjörlega miður mín yfir því hvað hún varð leið. Hvað hún var leið yfir því að hafa brugðist mér. Skilurðu? Og það er þetta sem gerist innan í barninu sem er svo alvarlegt. Og foreldrarnir, og nú man ég náttúrulega bara viðbrögð móður minnar þarna, en ég hugsa mörg börn sem segja frá, fái þessi viðbrögð frá foreldri. Að foreldrinu bregður við, þetta er vel almennilegt fólk sem við skulum nú gefa okkur að sé langflestir, barn sem kemur heim með svona sögu, viðbrögð foreldra, eða lagi með þau, eru auðvitað sjokk og örugglega mjög hörð viðbrögð.
skilurðu. Og í mínu tilfelli fór móðir mín að gráta, svo ég vorkenndinni og ákvað bara að reyna að laga allt og hafa hana góða og bara, við þurfum ekki að tala um þetta, er allt í lagi með mig og bara gera gott úr hlutunum. Og þá náttúrulega dettur niður allt það að ég fá einhverja aðstoð við þetta, skilurðu, og svo bara gleymist þetta. En viðbrögð foreldra hef ég heyrt frá öðrum, er það að foreldrar reiðast umsvifalaust eða barnið segir þetta, hver gerði þetta, hvar er hann, hvernig hefur að gera þetta og þá fyrir svo mikið bræði og sko fókus á gerandan að barnið verður ósýnilegt í harmleiknum sínum. Já. Skilurðu mig? Já, þá ertu komin aftur heim til uppásorðaðina. Já. Og þetta er próblemið, þess vegna er ég nú að leggja í þessa vegferð að tala aðeins þetta, ekki til að hefna mín á einum eða neinum, heldur til að opna og afhjúpa kúltúr sem er dálítið hættulegur. Og þetta er bara, barnaníð er number one problem á Íslandi, þetta er barnaníðingaparadís, því miður. Og gerendur eru verndaðir, gerendur af báðum kynjum eru verndaðir í þessu samfélagi og þetta tegir sig inn í allar stéttir þjóðfélagsins og í störfum mínu sem blaðamaður fyrir Kvennablaðið þá fékk ég náttúrulega vitneskju alls kyns hluti sem ég get aldrei haft eftir. Og núna eru mér líka að berast sögur sem eru þannig að ég geta ekki haft þær eftir. En það er fólksins sjálfs að fá kjarkinn og tala og ég er kannski að vona með því að nota á mér fésið sem er landsþekkt að það geti orðið til þess að fleiri tali svo við fáum að sjá hvernig valdastrúktúrinn í þessu landi raunverulega er. Vegna þess að hann er ekki bara tengdur fjárhagslegum flækjuböndum og þessar, hann er líka bundinn tilfinningarlegum, kynferðislegum og svona, svona ómórölskum böndum og er ég engin móralisti, skilurðu, Björn. En ég er móralisti þegar kemur að því þegar að þess er ekki gætt að börn njóti verndar og að því miður held ég að þessi þjóðarsjúkdómur þögn, hann leggist verr á konur en karlmenn. Þetta er bara teóría. Vegna þess að ég held að kvenkynið bara vegna þess að við fæðumst með 1.000.000 egg og við erum nú bara dýr í náttúrunni sem eigum að halda áfram þessu mannkyni, skilurðu. Þá erum við líka með innbyggða inn í okkur ábyrgð fyrir lífi. Af því að við bara, það er bara einfalt þannig að við erum kynið sem getum búið til, haldið lífi og látið það vaxa og dafna inn í okkur og það fæðist bókstaflega út úr okkur. Ja. Og í öllum kvendýrum er innbyggður þessi mekanismi að ala önn fyrir því smáa, því litla, því nýja, því viðkvæma og ég er hrædd að þjóðarsjúkdómurinn þögn leggist harðar á kvenfólk hér en karlmenn og það sé í alvöru raunverulegt vandamál. Já. Og þetta hefur ekkert með kvenréttindi, þú veist, ég held að við hugsaum ekki fara þangað. Núna þurfum við aðeins að hugsa það sem þjóð hvort að okkur ber ekki réttlæti loksins á fleirum en einum stað. Já. Ég vona svo verði og ég þakka þér kærlega Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir fyrir að koma hér þakka þér, Björn. Og ræða við mig með opinskáum hætti um þessi mál. Ég er að melta sumt ennþá á því sem þú varst að segja. Var ég algjörlega óskiljanlega? Nei, alls ekki. Nei. Ég þarf að horfa og hlusta á þetta. Það er þetta var handlegur. Handlegur, já. Já. En höfðu ekki bara komið út og fá síkó eða eitthvað? Ég er að reyna að hætta. Já, ég er enn að veipa, sko. Heyrðu, ég fattaði eitt daginn. Já. Ég er nefnilega búin að hugsa mikið út í þetta með nikotínfíknina. Já.
Nú hættum við bæði að drekka fyrir 100 árum. Já, réttir það. Og ég segi alltaf að þetta er eina skynsamlega sem ég hef gert dagana. Já. Og það náttúrulega kannski gleymist inn í allir þessari umræðu að, við skulum segja, svona hlýlegt tillit fólk til áfengisdrykki á Íslandi er kannski aðeins svo mikið. Og ég er ekki áfengispostuli og mér er alveg sama átt að fólk drekki sitt vín. En við sjáum til dæmis í nýlugu máli þar sem að öskur drukkin maður ryðst inn á heimili fyrirverandi samstarfskonu og er svo illa áttaður að hann dettur barn og kemur við kynfæri þess. Og nú er lögmaður þessa sama manns að krefjast griða fyrir þennan geranda. Við getum bara ekkert afsakað endalaust alla hluti með brennivíni, krakkar. Og ef að brennivín er líka orðið afsökun fyrir kynferðisbrotum, þá er þetta ekki gott vegna þess að við drekkum allt of mikið brennivín og við vitum að allt of mikið ofbeldi á sér stað undir áhrifum áfengis. Við vitum að allt of mikið af börnum búa við það að foreldrar þeirra drekki of mikið. Ég veit alveg hvað þetta er. Ég drakk og sukkaði eins og skepna, Björn. Ég er ekki að þykjast vera einhver fermingastúlka, Nei, þú veist, I've done it all, og alveg. En ég er að segja að áfengisbölið er böl á þessari þjóð. Og ég held að þjóðin ætti að snúa sér af skemmtilegri efnum og kannski borða bara það sem vex hér út í náttúrunni frekar. Já, ég ætla að fá mér kaffi, þú ætlar að veipa. Byrju, á ég þá bara að vera ein hérna? Nei, ég geti talað í allan dag, Það þarf að setja á mig múl. Eru til kvennmúlar? Ætla ég fá það í ástund? Hvað heldurðu? Ástund, kvennmúlarnir komnir, steinunar, ólínumúlarnir. Kæra þakki fyrir komuna. Mér langaði svo að segja mér veipið. Já. Það var náttúrulega reykt með mig á meðgöngu. Já. Þetta er bara, mér langar að segja þetta við þá sem er á þeirri kynslu að það var reykt með það á meðgöngunni. Já. Og það er ekki að því að mamma mín var vond, bara konum vissi ekki betur. Og ég er nefnilega verið búin að vera að spá þetta með fíknina, að ég get ekki vanið með þessu. Og ég fór að hugsa, Steinun, og nú er ég hætt að reykja, skilur í stelstundum í síkó og svona. Og ef að við vorum með nikotín með okkur alla meðgönguna, ef að nikotín var inn í kerfin okkar allan tíma sem við erum að vaxa úr grasi, þá erum við náttúrulega nikotín. Þá er nikotín Nei, þá erum við að hluta nikotín þegar við fæðumst. Þannig að núna reyni ég að líta á þetta þannig að ég er ekki að sem sagt, þetta er ekki fíkn, ég er að uppfylla þörf sem er í steinólinu. Kæra þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og áfram göngu við götuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.